Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Fréttamenn Víkurfrétta hafa verið á ferðinni að undanförnu og í þætti vikunnar þetta helst. Þannig að bæjarstjórinn bara brattur á afmælisdegi. Já, engin ástæða til annars en að vera bara brattur og ánægður. Ég er þakklátur fyrir að fá tækifæri til að sinna þessu starfi og taka það. Þetta er 99% af starfinu er skemmtilegt. Ég er með mjög mikið hæfu og góðu fólki. Til hamingju með 30 ára afmæli Reykjanesbæjar. Takk fyrir, sömuleiðis. Hvernig hefur afmælisbarnið það? Afmælisbarnið bara nokkuð, myndi ég segja, vel haldið. Núna það hefur stækkað mikið og þroskast og svona orðið mjög sjálfstætt og stendur á traustum fótum. Það stækkar svolítið hratt. Já, núna undanfarin misseri hefur það stækkað hratt. Áður bara svona hæfilega og jafnt, en núna síðustu 10 árin 50%. Þannig að frá 20 til 30 hefur barnið stækkað helming og það er ansi mikil áskorun líka svona öllu gamni slepptu fyrir okkur öll, bæði íbúa og stjórnsýsluna og alla sem að þessu málið þurfa og að koma. Þegar þú horfir yfir þessi 30 ár, þú ert ekki búin að vera með puttana í rekstrinum allan þennan tíma, en komið að þessu einn og annan hátt. Þú varst í bæjarstjórninni og svo núna síðustu ár sem bæjarstjóri. Ég er eiginlega búin að vera í þessu allan tímann. Ég gerðist varabæjarfulltrúi 94 þegar barnið fæddist. Og var ég varabæjarfulltrúi frá 94 til 98. Og svo var ég í bæjarstjórn frá 98 til 2002 í meirihluta, framsóknarmenn þá með sjálfstæðismönnum. Ég og Skúli Skúlason vorum í bæjarstjórn með sjálfstæðismönnum og svo í minnihluta frá 2002 til 2006. Þannig að ég er búinn að vera í þessu 25 ár, eins og leigubílstjórinn í Spaugstofunni, 26 ár. Hvernig finnst þér að tekist til með þetta sameinaða sveitarfélag? Mér finnst það nú að langflestu leyti hafa tekist mjög vel til. Ég held að þetta hafi verið mikið gæfuspor fyrir okkur, öll íbúa sem að hér búum. En ég er líka minnugur orða Ellerts Eiríkssonar vina míns, blessuð sé minning hans, sem að sagði alltaf að það tæki að minnsta kosti 3 kynslóðir að sameina sveitafélag eða sveitafélög. Ég held að þetta eins og margt annað sem frá þeim mætamanni kom hafi og sé rétt. Þetta tekur tíma og ég held að þessar 3 kynslóðir séu nú bráðum búnar að gangi í gegn. Þetta er svona að nást sátt. Það er samt alltaf einn og einn svona sem að maður hittir sem að telur að þetta hafi verið röng ákvörðun, en ég held að lang flestir og sérstaklega allir þessi nýju íbúar sem að hingað hafa flutt frá sameiningunni, þeir eru ekkert að pæli því hvort þeir eru í Keflavík eða Njarðvík eða þeir eru bara í Reykjanesbæ og það er alltaf fleiri og fleiri held ég sem eru að svona líta þannig á að þeir búa í Reykjanesbæ, eru frá Reykjanesbæ og miklu minna Keflavík og Njarðvík. Vita ég ekki hvar gömlu bæjarmerkin lágu? Nei, akkúrat og þegar maður útskýrir það fyrir svona þeim sem ekki búa hér eða hafa tekið þátt í þessu, þá hlæja menn og konur að því. Við vitum nákvæmlega hvað línan er, hvenær við erum hvar, en þeim sem betur fyrir vil ég segja hratt fækkandi sem að pæla í því. Hver eru svona helstu áskoranir Reykjanesbæjar í dag? Þær eru allnokkrar. Það er í fyrsta lagi kannski akkúrat núna, því við erum að tala saman á þessu stundu, það eru þessar jarðhræringar á Reykjanesi, eldgos, þó að þetta kom ekki beint við okkur, þá vissulega hefur þetta áhrif. Og sagan sýnir okkur, jarðsagan segir okkur það að þetta geti staðið í alltaf 100 ár. Og við verðum nú bara að krossleggja fingur og biðja til Guðs að það verði nú ekki þannig, kannski helst Grindvíkinganna vegna.
En þannig að jarðhræringar, við vitum ekki hvernig þær þróast og hvert þetta fer allt saman. Önnur áskorun gríðarleg fólksfjölgun sem að heldur bara áfram og þó að það kunni að vera af hinu góða að þá það aðeins svo mikið að mínu mati akkurat búa núna. Ég meina, við erum að fjölga meðaltali rúm 6% á ári sem þýðir að við þurfum að hafa okkur öll við að reisa skóla og leikskóla og grunnskóla og ný hverfi og nýja götur. En við huggum okkur við það að það væri helmingi verra ef þetta væri í hina áttina, ef að hér væru íbúar að flýja og fara í burtu og þeim að fækka. Þriðja stóra áskorunin tengist íbúafjölguninni sem að langmestu leyti fólk af erlendu bergi. Yfir 90% af nýjum íbúum í Reykjanesbæ fólk af erlendu bergi og við höfum sagt það mörgum sinnum að það eru núna yfir 100 þjóðerni sem búa í sveitarfélaginu og það eru á milli 30 og 40 tungumál töluð í leik- og grunnskólum og þetta reynir mjög mikið á allt og alla, þessi svona fjölmenning sem þetta náttúrulega og við þurfum að læra bara af þeim þjóðum sem hafa þegar gengið í gegnum nákvæmlega þetta sama eins og Norðurlöndin fyrir áratugum síðan og erum með gott fólk, við erum með mjög gott fólk í að vinna í þessum málum og svo náttúrulega smátt og smátt snertir þetta allar hliðar samfélagsins og við verðum alveg vör við það er mikil áskorun. Hvernig svona hefur ykkur gengið að tækla þennan málaflokk? Ég vil segja mjög vel, það að segja íbúarnir sem að hingað hafa flust og á erlendu bergi hafa sest hér eru upp til hópa af því fólki sem ég hef hitt og talað við mjög ánægt með það að búa hér og eru í góðum störfum og eru ánægð með að búa hér. Hins vegar vitum við líka að hér annar hópur af erlendu bergi sem eru umsækjendur alþjóðlega vernd og það bara mjög mikilvægt að rugla þessu ekki saman. Það svona meiri ágreiningur á meðal íbúa okkar þann hóp og við finnum alveg fyrir því og þeim líður alls ekki öllum vel sem að tilheyra þeim hópi að koma úr alls konar mismunandi aðstæðum úr sínum heimalöndum eru kannski í bráðabirgðahúsnæði hér og ófullnægjandi að þeirra mati, mörg saman í litlu rými og það líka mikil áskorun fyrir okkur að vita bara að því. Þetta ekki okkar vegum, þetta á vegum íslenskra stjórnvalda, ríkisins, en einhverju hluta vegna, eða við vitum svo sem út af hverju, að þá þetta í svona miklu mæli hérna hjá okkur og það náttúrulega fyrst og fremst út af því að hér var þegar þessi bylgja hófst mikið framboð af lausu húsnæði sem að íslensk stjórnvöld hafa tekið á leigu og svo heyrum við alls konar sögu líka að það ekki bara verið að taka á leigu húsnæði sem var laust, heldur líka verið að bjóða í húsnæði sem var ekki laust og bjóða betur heldur en einhver annar. Og þetta hefur valdið alls konar leiðindum og áskorunum og svona ekki alveg nógu gott. Þetta bara að valda úlfúð hjá ákveðnum hópi? Já, þetta að því og við finnum alveg fyrir því. Og áðan voru að ræða hérna þessa miklu fjölgun og það búið mikið álag á innviði sem síðan svona hafa þurft að það hafa komið áföll í þeim málum. Já, þetta þú vantilega að vísa til skóla og leikskóla og rakaskemmda og myglu og þetta allt saman. Þetta allt saman hárrétt og mikil áskorun og við erum að vinna mjög mikið og vel í því og við erum að fara í gegnum algjöra endurbyggingu á til dæmis Myllubakkaskóla og Holtaskóla og einstaka leikskólum á sama tíma og við erum að byggja núna 3 leikskóla og nýjan grunnskóla náttúrulega inn í Innri-Njarðvík. Erum að hanna og teikna fleiri og skipuleggja og þessar viðgerðir munu kosta þegar upp verður staðið einhvers staðar á bilinu 9 til 10 milljarða króna sem líka mikil áskorun að því að þó að
fjárhagur Reykjanesbæjar sé alltaf að verða traustari og traustari að þá erum við engu að síður ennþá skuldsett sveitarfélag. Við skuldum talsvert ennþá á 52 milljarða króna og við viljum ekki vera að bæta við okkur mikið skuldum eða taka mikið á lánum. Þannig að en á sama tíma þurfum við að byggja og fjármagna framkvæmdir. Þannig að þetta ákveðið Tetris sem þarf að ganga upp. Við erum nýlega búin að vera með fréttum að það þarf einhverja 20 milljarða bara núna á allra næstu árum í innviða uppbygging. Já. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur svona að gera þetta til nánustu framtíð? Og kannski þá bara spyrja svona hver er sýn þín á Reykjanesbæ, segjum næstu 10 árin? Ég bara mjög bjartsýnn sko fyrir hönd Reykjanesbæjar bara næstu ár og áratugi. Og við og Reykjanesbær mun komast í gegnum þetta allt saman sko. Það munu koma tímabil núna sem að verða aftur þrengingar hjá okkur og meðan að við erum að reyna að ná utanum þessa miklu uppbyggingu án þess að taka lán. Við erum að reyna það. En við erum líka, og bæjarstjórn hefur samþykkt og það hefur þegar tekið gildi það sem heitir gjald vegna innviða og byggingaréttar sem að mörg af stærri sveitarfélögum landsins hafa verið innheimta í mörg ár til þess að standa undir þeirri miklu fjárfestingu sem að innviðirnir kalla á og landeigendur og verktakar og aðrir ekkert endilega mjög sátt eða ánægðir með þetta en bæjarstjórn búin að taka þessa ákvörðun og þetta bara hefur þegar tekið gildi. Þannig að ég held að við munum alveg komast í gegnum þetta allt sko en það verður bara, það mun hvað segir maður, það mun svona reyna á tímabilum upp og niður og stundum verður erfitt og stundum auðveldara og svona. Við áttum til dæmis skiluðum mjög góðum ársreikningi núna fyrir síðasta ár, langt umfram það sem að við getum sagt að önnur sveitarfélög að sambærilegri stærð er að gera. En svo kemur þetta í bylgjum og stökkum. Þannig að þó að við gengið vel í fyrra þá það engin trygging fyrir því að það gangi endilega vel í ár eða næsta ár. Það hafin svona afmælisvika í Reykjanesbæ. Hvað eru bæjarbúar að gera sér til skemmtunar í 30 ára afmæli Reykjanesbæjar? Ég vona að þeir sé að sækja alla þá viðburði sem eru í boði, bæði tónleikar og myndlistasýningar og ýmislegt og þegar þetta birtist að þá liðinn bæjarstjórnarfundur og aðalafmælisdagurinn sem að 11. júní, þriðjudagurinn 11. júní og á bæjarstjórnarfundi þeim degi þá á ég að segja voru núna útnefndir nýir heiðursborgarar, 2, það að segja 1 kall og 1 kona og það verður bara gaman að sjá þátttöku bæjarbúa. Við settum á stofn, bæjarstjórn sett á laggirnar sérstakan afmælissjóð sem að allir gátu sótt í, einstaklingar og hópar og félagasamtök og svona og hefur verið mjög mikið af umsóknum, skemmtilegum hugmyndum sem að bæjarbúum stendur þó til boða að fá styrki eða fjármagn í að framkvæma í tilefni afmælinu þurfa þá að tengja það við afmælið. Það eru þegar afstaðnir núna þegar við erum að tala saman í fyrir hluta júnímánaðar mikið af því búið eða eitthvað af því búið og það mikið framundan. Við verðum mikið núna í þessari viku og það geta allir áhugasamir séð bara inn á 30ára.is og þar eru allar upplýsingar og þetta heldur svo bara áfram út árið og vonandi bara eru bæjarbúar og gestir duglegir að sækja þessa viðburði. Þannig að þetta á eftir að renna inn í ljósanóttina og eitthvað lengra. Já, og núna eru ókeypis þessa vikuna minnst að kosti inn á öll söfn, byggðasafn og rocksafn og hvað þetta heitir allt sem að listasafnið og allt þetta, það allt ókeypis. Og frítt í Sund og Strætó? Frítt í Sund og Strætó og við bara hvetjum bæjarbúa líka veðri leikum við okkur núna akkurat þessa dagana. Svo verður ljósanóttin í byrjun september, fyrsta laugardagi september sem ég held að sé 7. september núna, kannski aðeins seinna heldur en stundum og það verður mikið húllumhæ þá líka í tilefni eins og venjulega en kannski aðeins meira núna í tilefni afmælisins
og svo svona þegar líður inn á veturinn þá kannski fer þetta svona fjara út, þannig að við ætlum að nota sumarið og kannski haustið til þess að halda upp á þessi tímamót. Þannig að bæjarstjórinn bara brattur á afmælisdegi. Já, engin ástæða til annars en að vera bara brattur og ánægður. Ég er þakklátur fyrir að fá tækifæri til að sinna þessu starfi og taka það. Þetta er 99% af starfinu er skemmtilegt. Ég er með mjög mikið hæfu og góðu fólki, samstarfsfólki bæði kjörunafulltrúa og starfsmanna Reykjanesbæjar og víðar. Þannig að við erum öll bara skælbrosandi og kát. Hvernig svona venjulegur vinnudagur hjá bæjarstjóra? Hann byrjar í heitapotinu á morgnana. Þar fæ ég mikið af upplýsingum svona eitt og annað sem er að gerast og úrslit leikjanna í gær og hver skoraði og hver klikkaði og svona. Þannig að ég svona get haldið upp í mjög yfirbóðskenndu spjallum íþróttir yfir daginn sem að skipti mörg mjög miklu máli. Svo er þetta nú alls konar bara ýmist formlegir eða óformlegir fundir, samtöl, hitta fólk, hitta stjórnendur stofnana, hitta gesti og fólk sem vill annaðhvort flytja sig eða fyrirtækin sín eða eitthvað til bæjarins. Það er mikið að gerast í alls konar slíkum málum akkurat núna, atvinnumálum, atvinnuuppbyggingu. Flugvöllurinn er náttúrulega mjög stór hlutfallslega af atvinnulífi Suðurnesjamanna, 40% eins og við höfum margoft tekið fram, þannig að við þurfum að auka hér fjölbreytni í atvinnulífi og erum að reyna að vinna í því alveg á fullu. Fleiri körfur fyrir eggin? Já, koma eggjunum í fleiri körfur, það er rétt. Og líka að reyna að hækka meðallaun á svæðinu og það er svona hluti af því sem við erum að gera. Nú, svo er þetta bara, þú veist, alls konar uppákomur, sko. Ég hef stundum sagt það að allt sem að ég hef gert eða gerði áður en ég fór í þetta starf hefur nýst mér. Öll sú reynsla sem að ég hafði víða að, bæði úr menntakerfinu og einkabransanum og pólitíkinni og öllu þessu, það nýtist mér. Og ég hef ennþá mjög gaman að þessu starfið sem er mjög mikilvæg forsenda, er ekki að gera eitthvað sem að þið leiðist og hlakka bara til. Þetta kjörtímabil, ég ráði nú þetta kjörtímabil til 2026 og svo kannski sjáum við til eftir það. Er fólk að stoppa út á götu og veita ráð? Já, og ég fagna því. Ég er að fá mikið bæði ráðum og skömmum ef þess þarf og ábendingum. Og ekki bara út á götu, það er bara í mjólkurkælinum í Netto og hvað sem ég kem, sko. Og Facebook? Og Facebook, já. Bæjarstjórinn er merktur alveg hérna vinstri hægri ef það þarf eitthvað að láta menn heyra það? Já, það er bara fínt, sko. Ég hef lifað og hræst í þessu samfélagi í núna 63 ár og kann þessu bara mjög vel. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út okkar vikulega fréttabla í hverri viku. Skrifum fréttir á Víkurfréttavefinn á hverjum einasta degi. Skrifum golffréttir á kylfingu.is og þið megið endilega vera í sambandi við okkur og senda okkur hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Blaðið liggur frammi á 30 dreifingarstöðum á Suðurnesjum en líka á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu, í Netto úti á Granda og í Mjódd, í Fjarðarkaupum og í Salalaug í Kópavogi. Já, aðeins meira á höfuðborgarsvæðinu, í fyrsta skipti reyndar. En við þökkum fyrir okkur á sinni. Fylgist endilega með okkur. Takk fyrir að horfa. Verið sæl.